hvernig eigum við að raunverulega þekkja karlmennsku ef við höfum aldrei séð hana? Og vandamálið að margir menn eru með svona stráka hugsun eða stráka blúprint. Þeirra hugur, hvernig þeir díla við vandamál bara eins og strákur myndi gera. Ekki að þeir vilja það, heldur að enginn hefur sýnt þeim aðra leið hvernig á að díla við svoleiðis hluti. Eða hvað svona stráka hugsun og kalla hugsun. Þetta skiptir rosalega miklu máli því að þetta getur einn á hlutunum af hverju konur og stelpur missa virðingu. Því þær skynja þetta ekki strax, kannski eftir einhvern langa tíma eitthvað svoleiðis. Þær les okkur ekki alveg svona en það mjög góð að lesa okkur mennina og þær skynja þetta. Lætu þær missa virðinguna. Það bara þolið ekki, það innbyggt í þeim. Þær vilja menn sem gera ákveð og hugsa ákveð sem ég ætla að segja frá í þessum þætti. Og ef þú hlustar á menn tala saman þá getur þú með þess að heyrt þetta að þeir eru ennþá að nota svona stráka kerfi og hvernig díla við vandamál og hvernig þeir fara í vörn, hvernig réttlætiskenndin þeirra og svona hvernig þeir hugsa. Þannig ég ætla að byrja með sögu.